Góða kvöldið mínir að herrar, þetta spennandi leikur sem við erum að fara að fylgjast með. Ég yfirlýsandi Kristlaug og við ætlum svo að fylgjast með þegar að dómararnir koma inn á og þá skulum við bara fara að kynna dómararna þegar þeir koma inn á miðju. Hérna koma dómararnir. Yfirdómari Árni Snær Magnússon, aðstoðardómari 1 Bjarni Viðar Pálmsson, aðstoðardómari 2 Nils Helgi Nilsson. Já. Slökktir mæknum með það. Jæja, núna ætlum við að fylgjast með. Þetta verður spennandi að sjá. Og leikurinn byrjar. Það er pínu bardagi þarna á milli. Þá fer hann yfir og út af. Það er innkast hjá Berserkir. Og aftur innkast hjá þeim. Það gengur mjög illa hjá þeim að halda boltanum inn á vellinum. Og beint þarna milli 7 skýtur honum í burt. Svo kemur ykkur annar. Átján fyrir út á til þess að setja á dómarann og... Nei, fyrir ekki markmanninn! Og hann sendir á... Svo strákar, þá er hann með þetta og hann skýtur inn út í horn og... Átján, hvað ætlar hann að gera? Aftur og yfir. Þetta er helvítið spennandi. Sendir á þennan. 6. Sendir á. Skýtur tilbaka og markmaðurinn. Hvað ætlar markmaðurinn að gera? Hann bara setur einn alveg inn á völlinn og skallir frá hinu liðinu. Þvílíkt mark. Nei, djók. Og það er innkast á 24. Alveg yfir.
alveg yfir og út af. Það er komið innkast aftur. Þeir voru að því hinum með við. 18 sendir á vitlaust lið. Og 10 sendir frekar langt en vitlaust lið líka. Ég held að þeir skilji ekki að þeir eigi ekki verið að skjóta á hitt liðið. Á 7 og... 16 og 15. 15 og 7. Og 7 yfir. Hvað gerist? 24 nær. Og næstum því, en samt ekki. Herðu, það var stoppað. Þetta skot var stoppað af dómaranum. En leikurinn heldur samt áfram á 6-una. Sveisturinn sendir og 24 tekur við. Og þeir senda inn aftur yfir og það verður innkast. Tekur innkastið, hvert hann skýtur, enginn veit. Og þetta var innkast aftur og þetta leit út fyrir að vera rosalega vont. Jæja, hvað ætlar 6-an að gera? Og það tókst ekki. Því miður, en hvað gerir markmaðurinn nú? Hann sendir á hana út í horn og hann sendir áfram og markmaðurinn úr hinu liðinu tekur á móti boltanum og er að spá hvað hann ætti að gera. Sendir bara yfir á 10 held ég. Þeir eru hana í kappi bara. 6 nær og skýtur til hérna markmanns og beint út af. Það er innkast. Tvisturinn tekur þetta aftur. Fimmtán yfir á 21 en það gekk ekki. 9 tók við honum en þeir eru komnir hérna út í horn og þetta er frekar spennandi og það varð ekki af þessu marki en markmaðurinn tekur þá boltann og setur hann eitthvað annað. Markmaðurinn sendir á 6-una. 6-ana 18. 18 aftur á 6-una. Og svo út í horn og 15. En þarna komu þeir 2 úr hinum að liðinu og skjutu og það varð ekkert úr því marki. Og það var gerðarunni tilraunin samt ekki. Okkur sýnist þetta hafa verið felling en við erum ekki viss. Nei, ekkert var gert í þessu því miður. Markmaðurinn skýtur út í horn. Hann skýtur á 6-una. 6-an skýtur alla leið yfir. Og markmaðurinn úr næsta liði nær boltanum.
Heyrðu þannig í baráttu. Og það var út af. Það verður inn á kast aftur. Heyrir ekki í þér sjálfur. Við erum að spjalla saman á live-inu. Ég sé ekkert númerinn, þannig ég get ekki fyrir ekki svona, já, Stefán er með boltan. Ef þeir myndi bara allir spila leikinn aftur og bak, þá væri þetta miklu auðveldara. En samt ekki. Það er hornspyrna. Nei, horninnkast, fyrirgeðu. Kallum þetta bara það. Og það var ekkert úr þessu. Það var samt gert tilraun. Góð tilraun, en tókst ekki. Nú bíðum við eftir að Þórgeir, held ég, er að fara að gera innspark. Og það varð ekki úr því. Þetta er ekkert smá mikil bringubolti hérna. Hamid er þarna með boltan. Nei, joke. Hann heitir Kormákur. Yfir á Sigurð. Og út af. Sigurður skaut boltanum út í horn. Bergsveinn nær í boltan og setur á á markmanninn sem er Elmar. Júlíus skaut boltanum frá. Júlíus er með boltan. Yfir á Sölva. Þetta er alveg frekar spennandi leikur, ef þú veist hvað það gera. Herðu, þetta er ekkert smá hérna. Það er nokkuð gerð tilraun á næsta mark eða þetta mark, sem er náttúrulega tilgangurinn á fótbolta, en mér sýnist þetta mark vera mjög vinsælt. RB er ekki að fara að láta þessa stráka sigra sig. Þetta var nú fín sending. Það er enginn hjá honum, en ætti nú að vera það, finnst mér. Þetta er bara svona rólegt skot á milli manna. Þeir skjóta henni yfir og það er bara farið alla leið yfir. Hvort það er ná þessu, það veit enginn. Það er bara að sparka í burtu. Þetta er nú ekki smá leikur hérna. Herðu, þetta var nú helvítið ólöglegt, held ég. Þetta bara held ég, það var ekkert gert í þessu. Nema flautað. Hann datt.
skotið á markmann. Markmaður skýtur yfir á hornið og þetta nú frekar spes leikur hérna. Þeir nú ekki verið að skjóta boltanum í loftið. Ég held að það var númer 1, 2, 3 reglan í fótbolta. Ekki skjóta í loftið, ekki skjóta út af, helst skjóta inn í mörkin. En þeir sem vilja geta gert það sem þeir vilja. Og það var bara að fara boltan aftur tilbaka og Júlíus með boltan og hver veit hvað hann ætlar að gera við hann. Á að skalla þær í burtu. Hann kemur og hann Bergsveinn og tók boltan á skautunum alla leiðina yfir. Júlíus Davíð með boltan. Fyrirgeðu, í hinu liðinu, eitthvað neongræna liðið, númer 6, hann heitir Bjarki. Græna liðið RB. Ég er búin að vera að svitsa nafnunum á fólkinu hérna. Ég er bara búin að skýra fólki upp á nýtt. Þá veitum við það, dömur og herrar, við vorum að skýra fólk bara upp á nýtt og græna liðið RB og rauða liðið Bergis eitthvað. Þeir heita Ber það sem eftir er leiknum. Því ég get ekki borið fram þetta nafn, þá heita þið bara Ber það sem eftir er. Þetta mátt hann ekki. Æ. Fékk hann blóð. Andri á móti. Þetta var Elmar. Þannig að fer boltinn alla leið yfir og á 15. Halló Amanda. (23) ætlar að sparka inn á. Það er hann Daniel. En Daniel komst ekki svo langt. Daniel gerir aðra tilraun að sparka inn. En núna er ekki vítaspyrna, horn. Það er skotið inn og strákarnir eru alveg svakalegir í þessu. Þannig að þetta er boltinn aftur tilbaka. Markmaður með boltan. Hvað gerir markmaðurinn? Hann skýtur honum alla leið yfir. Liggur við. En það er innkast.
Hann Guðmundur ætlar að sjá það. Það sendt hérna alla leið yfir. Bjarki að setja innkastið. Hvert hann sendir. Það stór spurning. Sendir á Sigurð og inn í tegin en það gekk ekki til. Yfir á eitthvað. Þarna fer hann með þetta. Kemst hann alla leið? Nei, en hann skýtur boltanum alla leið yfir. Hann tekur þetta. 27 tók þetta að sér að reyna að verja það að bolti myndi ekki að fara út. Stendur ekki nafnið hans á spjaldtölvunni. Sko, mér finnst það öðuldra að horfa á bakið og vera ekki svona 20 að skjóta og 15 og... Den er mute aðeins. Ef þú treystir. Afsakið þetta kæru fólk. Smá tæknilegir erfiðleikar. Þá er 22 yfir á 8 og það var næstum því mark, dömur mínur og herrar. Markmaðurinn tekur boltan en býðið aðeins. Sýnist þér að skipti. Nei, ekki strax. Mögulega eftir. 18 og 6 eru hérna í baráttu með horninu. Aftur á 6-una. Aftur á 18. 18 á 7. 7 og 5. Aftur á 7. Og yfir. Hann skallar þetta og varði ekkert að þessu. Got it. Þetta var prómóið hans Einars. Hann ætlar eitthvað að laga ykkur. Eða mig, ég er ekki alveg viss. Það er samt að, sorry. Afskið. Ég held að þú væri að aftengja mig. Það var eins og leiða mér og aftengdir mig.
Fyrirgefið hvað þetta er út um allt og upp um allt. Ég er ósofin og var ekki búin að kynna mér þetta betur, en við þrökum. Ég get allan að lofa ykkur því að með næsta leik verð ég með þetta 100% og þá verður mér kannski treyst til þess að fá pröfið þetta aftur með betri reynslu en núna. Þá get ég kynnt leikmenn og númer betur, en í þessu tilfelli ætlum við bara að fara yfir númer þar sem að flest allir á spjaldtölunni eru ekki inn á. En það væri náttúrulega, þú veist, held ég of mikið magna fólki inn á vellinum ef allir á spjaldtölunni væri inn á. En sumir eru ekki á listanum. Þetta var nú fallegt skot. Ja, innkast. No, hann bara bjargaði þessu. Á. Innkast. Vinstra hægra megin, fyrir eftir hvor megin þú snýrð. Þetta var flott. Og innkast. Afsakið þetta. Flott skot, flott skot. Pressan er svakaleg. Flautað innkast.
En endilega ég ætla að stinga fyrir því að þið getið sendt inn athugasemdir ef það er eitthvað sem ég get gert betur eða þið viljið. Þá eru allar athugasemdir velkomnar. Mér langar endilega að vita hvað ykkur finnst. Endilega vótið á pollinn sem var settur inn á KEF TV og YouTube. Hotspinna. Það er nú gott að fólk sé að skemmta sér. Þetta var mark en ég sá ekki alveg hver skoraði. Ég sá ekki töluna sem skoraði þannig ég get ekki sagt ykkur hver var það sem skoraði en Ber er með 1 stig. Við byrjum þá aftur á miðju eins og við byrjum þegar við byrjum leikinn. Datt hann á hausingrið. Og fá þeir aukaspyrnu. RB fær aukaspyrnu. Spyrnu. Hvort sem þið segið. Segirðu spyrnu eða spyrnu? Spyrnu. Þú ert að spyrna þig frá bakka. Já, ok. Þú spyrnið þig frá bakka. Spyrnu. Skiptir það máli? Nei! Spyrnu eins og spyrna sig frá bakka. Þú veist, í sundi. Yfir. Nei, ég er að reyna að halda, já, þeir sem eru að spegla í því, ég er að reyna að multitaska hérna, leysa og stjórna myndavélinni, þannig að afsakið ef myndavélin er svakalega svona upp og niður og hingað og þangað. Þetta var fínt skot, því miður fór það ekki þangað þar sem að þeir ætluðu.
Innkast. Þetta var bara frekar fljótt innkast. Þetta leit út eins og tvö systkin að rífast hver mætti vera með boltann í dag. Herðu, þetta þarna var flautað. Og þarna kemur gula spjaldið. Ég er ekki viss hver fékk gula spjaldið. En það var einhver í RB-liðinu sem fékk gula spjaldið. Ef þið voru að fylgjast með, endilega látið okkur vita á YouTube eða á Facebookinu hjá okkur. Eða keftv.is. Þeir sem vilja vita, pólið komið upp í 75% sem segja þeir séu að deyja yfir mér að vera lýsandi. Það er bara fínt. Það er gott að fólk getur hlegið og átt góða stund. Ef þú áttir erfiðan dag þá er þetta betri sólskín heldur en það sem gerðist í dag. Við reynum nú að halda bara jákvæðninni og vonum að strákarnir geti bara pressað þetta og svo sjáum við bara hver vinnur. Hingað til ber með yfirstrikið með 1 stigi. Ég er ekki viss hversu margir segja að eitthvað fótboltalið er með yfirstrikið en ég geri það. Mér sýndist hann hafa bara rúllað sér. En það var nóg til að fá aukaspyrnu. Við skulum nú alla vera þakklátt fyrir það að ég veit hvað hornspyrna er, innkast og aukaspyrna er. Og þetta var næstu mark. Þannig gerðist eitthvað með þig. Hleypur dómarinn af stað. Greinilega ekkert neitt svakalegt til þess að ræða neitt frekar um. Og þetta var fínt skall hjá honum. Og það var felling. Fellimenn. Og hann fær að skjóta boltanum, aukaspyrna. Engin annar ætlar að standa í hinum gæjanum. Hann er bara boltur upp í loft. Það lyfti ykkur aðeins herra. Yfir. Það eru margir áhörfullir. Ættu nú að deila og segja vinum ykkar að horfa á leikinn af því þetta er
Frekar spennandi. Hann á kloppi. Ekki alveg. Hann ekki með rótspinnan. Það er ekkert spes sem gerist inn í teignum. Þeir eru bara að berjast yfir hver má eiga boltann. Hann er Fast and Furious alltaf leið yfir. Og hann því miður gerði það þannig að þetta yrði hot. Nei, innkast. Nei, ég sé ekki. Ok, cool. Nei, þetta er... Grip, er það bara að vera öskran? Skýtur hann yfir. RB fyrir yfir. Þetta var ógilt. Þetta var ólöglegt. Hei, það er næstu því mark. Ekki zooma eins út svo þið sjáuð betur. Ná. Dómarinn var að biðja high five, enginn gaf honum high five. Djöðu að þetta lélegt high five. Já, það er markmaðurinn. Whee! Fólki sem er að öskra einu til hliðar. Mér heyrðist einn að sagði dreftu. Ég er alveg viss sem hann sagði það ekki. Okkur vantar svona subtitles og fólk sem er að
Öskra til hliðar á leikum. Kemur alltaf upp text í hvers skipti sem einhver segir eitthvað. Og út af, þetta er þetta er innkast. Og markmaður greip. Whee! Ætli það yrði ekki rosalega vont að vera bolti ef boltinn væri lifandi. Það væri bara sparkar til og frá allan daginn. Ég er ekki alveg viss hvað gerðist. Nei, það er horn hérna út í horninu. Þú veist, að sjálfsögðu. Sjáið þið manninn, jú. Og það varð ekkert úr þessu. Og það er leikur. Leikhlé. Það er hálfleikur. Nú tekur við pása. Ég er alveg viss að þarf að loka þessu tabbi til þess að slökkva á mækinum.
Velkomin, velkomin, velkomin aftur, kæra fólk. Seinni hálfleikurinn núna í gangi með 45 mínútur á klukkunni. Berir samt í fyrsta sæti með 1 stig. Við erum búin að kynna okkur þetta aðeins betur og við ætlum að reyna þetta aðeins betur, en öll mistök verða að byrja eitthvað staðar og þá þau bara löguð með næstu leikjum. Það er bara þannig. Þetta fór upp í loft. Skil ekki hver áhuginn að skjóta boltanum upp í loft, en heyrum það. Hann Július Davíð á eftir boltanum og sendir á Harun. Reynir að reyna að setja pressu. Hann innkast. Þetta var skítur og þetta var flott skot en ekki nóg. Hamid skaut boltanum til. Veit ekki. Frekar góð pressa hjá sumum í liðunum. Bæði liðin með frekar góða pressu. En ef ég á að velja mér uppáhald, þá finnst mér Ber vera með betri pressuna. Þannig að flautað. Whee! Flautað. Yfir Jón Kristján. Jón Kristján yfir á, ég veit ekki, sé það ekki.
Úi. Og hvað þetta langt. Og, næstu upp í loftið. Nei, þetta var fínt grip hjá honum. Þetta var fínt grip hjá honum, Elmar. Ég er búinn að ná svona niður hvað sumir þeirra heita. Kallt. Mér er líka pínu kallt. Þið heima, endilega kommenti ef ykkur er kallt. Ég er til í að vita. Bergsveinn ætlar að gera eitthvað. Hvað gerir hann? Sendir á Júlíus. Innkast á Jón Ásgeir. Þetta var fínt skot hjá Kormakár. Einhver öskraði hendi. Ég sá enga hendi. Ég meina þeir eru með hendur en yfir á Jón. Og af Jón beint út af. Júlíus ætlar í þetta. Nei, djók. Markmaðurinn stoppar boltan. Þá átti ég að koma til sín. Skil ekkert í þeim að ég vil ekki leyfa þeim að skora. Þetta var fallegt skot hjá honum Jón Arnóri Sverrissyni. Núna er þetta jafnt 1-1. Innkast á, eins og ég segi, pressan í báðum liðum er mögnuð. Og í þakið. Cool. Emil situr á Jón Ásgeirsson.
Og það er hot. Sýnist mér. Gæti eftir rangt fyrir mér að þessi innkast. Það er hotn innkast. Og aftur innkast. Svo er ótrúlega fyndið að þetta verður aftur innkast. Hví. Og allir á harðaspretti. Júlíus tekur boltann. Skýtur honum yfir. Markmaður stoppar. Hví. Og innkast. Á Jón Kristján en það fór út af. Greyið lét sér renna en það gekk ekki. Góð tilraun, en því miður var það að engu. Innkast fyrir RB. Annað innkast fyrir RB. Yfir á Jón Kristján, Næranesu, nei, það fór út af. Þetta fer í hotn. Ég stundum mismæli mig á hotni og innkasti en það er alltaf læg, maður má alveg gera mistök einu sinni. Kannski 3. Og innkastið valdi engu nema markspinnu. Hví. Á. Innkast. Yfir og grip. Voða flott grip. Verðum að viðurkenna þetta. Mjög flott grip hjá honum. Þetta er frekar kúl. Lyftu. Nei. Ber fær innkast. Komum svo strákar. Ég veit ekki hverju maður á að halda með, þannig að veist. Herðu, þið megi endilega kommenta hverjum þið haldið með. Ég er til í að sjá munin á kommentum. Þeir sem eru ennþá hér og þeir sem eru nýir, velkomnir. Og þetta var fall. Þetta var felling. Og hann fær gult spil. Fimman fær gult spil í ber. Hvað sagði ég? Spjald fyrir gefiði. Allt fótboltaliði sem eru svakalega djúpt inn í fótboltanum. Alveg örugglega öskra af sér hausnum að ég hafi sagt spil.
Ég vil bara biðjast afsökunar á því. Þetta er sjálfsögðu ekki spil. Alveg vissum að þetta mátt ekki, en hvað veit ég er ekki dómari. Og ég kalla gult spjald spil. Þetta er það sem við erum búin að læra í dag, fólk. Ég kann ekki segja nafnið á rauða liðinu sem ég er búin að vera að kalla ber. Ég er að skýra fólk upp á nýtt. Og svo kallaði ég gult spjald spil. Velkomin í hausinn á mér. Jón Kristján, næstum því. Sendi á í mark. En að því varð ekki. Markspinna. Veit ekki af hverju þetta kallast markspinna, þess að markið er ekki að sparka neinum boltum. Júlíus nær þessu, sendir þetta yfir og ber skaut út. Hann Hróðmar skaut boltanum út til þess að gefa RB innkast. Úps, þannig að fór þetta í loftið. Þetta ekki að vera upp í loftinu. Ég nægist þetta klýr. Það er skipti. Hver er að skipta? 15 var að skipta út úr 17. Sem sagt, Jón Ásgeir var að skipta við engan. Nei, jú, fyrirgefðu. Jón Ásgeir var að skipta við Einar. Einar er kominn inn. Skulum nú sjá hvernig liðið gengur með Einar og liðinu. Jæja, Hamid er að reyna að gera innkast og gekk frekar vel. Einar skautanum á ber. Yfir á Kristján, Jón Kristján. Jón Kristján á Hamid. Það er frekar vel spila hjá þeim. Þetta er innkast. Hver tekur innkastið? Ber tekur innkastið.
Hvað í ósköpunum er fótspark? Er það eitthvað nýtt? Ég hef aldrei heyrt það. Nei, ok, það er fótspark greinilega. Ég veit innkast og hornspyrnu og markspyrnu, en ég hef aldrei heyrt innspark. Er það eitthvað eins og vítaspyrnan eða? Fyrir utan það þeir sem vita mega endilega senda á Keflavík TV og í kommentum allstar sem þið eru að fylgjast með þessu, segja mér endilega hvað er munur á hornspyrnu og innsparki, fyrir utan það að þið megi ekki segja að hornið sé munurinn. Fyrirgeðu, já, víst að spyrja ykkur hver munurinn er á innsparki og innkasti. Hvort það sé ykkur munur, hvort það sé valkostur eða hvort það fólk ándjóks gerir þetta. Jón Kristján skorar! Jón Kristján skorar! Núna gerir þetta að 2-1. 2-1. Þetta er rosalega fínt hjá okkur. Fyrirgeðu, ég gerði pínu villu. Setti óvart -1 mark, en Jón Kristján skoraði þetta mark með svakalegri spyrnu. Byrjum aftur á miðju og höldum svo áfram með lífið eins og ekkert hafi skeð. Því þannig virkar fótboltinn. Jón Kristján tekur boltan, sparkar honum yfir og ef þetta lendir illa þá þurfa þeir að taka innkast sem að gerðist. Ég hlýt að vera með eitthvað svakalega sétt hérna þar sem ég eiginlega sá þetta gerast. Ups. Kyrr. Þetta er grip. Hamid að byrja að styra boltanum. Einar með boltan. Hvað er Einar að gera? Jæja. Hamid ætlar ekki að taka sparkið. Á Jón Kristján. Hefur bara búið að ganga frekar vel strákunum. Þetta er svona 50-50. Það verður að öskra. Innkasti. Næstum því og Jón Kristján skaut yfir markið. Því miður fór þetta ekki eins og hann ætlaði, eins og við sáum þá ætlaði hann að skjóta inn í markið en hann skaut framhjá því.
Ok. Takk fyrir þetta, Dagný. En það er innkast, held ég. Sýnist mér. Nei, ekki? Hvert fór boltinn? Ég er búin að týna boltanum. Nei, hérna. Ég fann boltan. Það er innkast. Hamid. Ekki svona fyrir splitt. Jón Kristján með boltan. Yfir á Einar. Hafþór skaut. En skoraði ekki. Það munaði samt ótrúlega litlu. Hefði hann verið aðeins til hægri, hefði hann pottþétt skorað. Nú ætlar markmaðurinn að láta boltan fljúga. Fylgist með. Og wíííí! Hamid tók boltan til þess að sparka áfram en mátti það víst ekki strax. Honum var núna gefið leyfi til þess að sparka boltanum út. Leyfum honum núna að gera þessa ákvörðun. Senda Einar. Einar sendir inn á teiginn. Og Júlíus skallaði hann beint í fangið á markmanninum. Jón Kristján með pressun í gangi. Júlíus er inn á boltanum. Þetta er svakalega hendi inn í gangi. Það er innkast. Ekki hendi en svona að þau snunda kornann og íta þeim. Ég vissi ekki að við verðum komin í amerískan fótbolta. Einar skýtur áfram. Júlíus reynir að koma með pressuna. Júlíus og Kristján. Jón Kristján. Eru að reyna þetta? Nei, þannig fór það ekki í plan. Jón Kristján skýtur. En var það ekkert að því. Hamid sparkar og boltinn endur til Júlíusar og hann dettur og meiðir svo nénu og það var gefið út gult spjald. Ég veit að það er mögulega 2-3 sem ég þekki sem eru að horfa sem eru rosalega brjálaður út í þetta. Jæja, vítaspinna fyrir Ber. Aukaspinna. Er þetta ekki vít? Auka. Af hverju auka? Jæja, ok. Aukaspinna. Vítaspinna fer fram inn í teig. Ég held að það væri það sama. Jæja, ok, þú lærir eitthvað nýtt. Æfði nú fótbolta í 3 ár og veit ekki einu sinni muninn á vítaspinnu og aukaspinnu. Alltaf leið með hann. Það er spurningin. Júlíus að tjekka á honum og... Hann er bara með halsbönd. Hann fekk spurði löppina sem er hræðilegt að fá einmitt í miðjum fótboltaleik. Ég veit tilfinninguna í sundinu, það er eins og maður sé að drukkna. Nei, ándjóks þegar ég fæ hérna að ég... Hvað heitir þetta? Að ég... Ok.
Jæja, markmaðurinn lætur boltan fljúga. Og lendi út af. Ber fær innkast. Ekki nema að sé búið að finna nýtt nafn upp á það. Yfir á Einar. Yfir á Hamid, en 13 tók þetta. Og Júlíus næstum því skoraði með bara sentimeter upp á. Því miður náði kameran þessu ekki, en það vantaði bara sentimeter upp á. Ykkar að velja hvort það trúi mér eða ekki. Upp í loft. Og hann næstu því festist boltinn. Nú vorum öll vinað þessu. Boltinn næstu því festist upp í lofti. Það verður svakalega hörmung. Þetta kostar alveg svakalega mikið mening. Fær dómarinn boltan. Og hann skotinn út af völl. Sendir yfir á Júlíus. Jón Kristján endur með boltan og þannig fór það yfir markið. Það nú að fara inn í markið. Eyþór. En þetta kemur hjá þér. Júlíus og þeir með svaka pressu. Yfir á Hamid. Yfir á Einar. Hafþór og Þorgils. Innkast. Þorgils var að reyna hart að halda þessu og Hamid þá tekið boltan af honum. Sparkaði yfir. Júlíus tekur þetta. En hann skaut út af sem þýðir innkast hjá Ber. Og Alex Máni ætlar að taka þetta innkast. Þorgils og 20 berjast. Hann heitir víst Sigurður. Sigurður tekur hornið. Í hornspinnu er ég fyrir. Inn á teig, en það náði ekki svo langt. Nú fær markmaður að skjóta út hann Elmar. Í það sem er núna kallað markskot eða eitthvað svoleiðis. Markspinna þótt að markið sé ekki að skjóta neinu. Yfir á Júlíus. Yfir á þennan. Yfir á Þorgils. Tilbaka. Datt sjálfa sig. Hann Þorgils.
Hver er að skipta? Ok, Alex var að skipta við Andra. Andri er kominn inn á völlinn. Hvað er boltinn? Það er góð spurning. Ég veit ekki. Þarna er hann. Það er hotspinna. Nei, innskast. Nei, sorry. Hausinn minn bara var ekki meðtaka hvað var í gangi í smá stund. Hann bara hætti að virka. Bara svona, þú veist. Did not compute í smá stund. Innkast fyrir RB. Það er nú sjaldan sem ég sé eitthvað skalla og detta svo rassinn eftir á. Og það finnst þeim gaman að vera bara í horninu. Jæja, þá var hann loksins komin úr horninu og Júlíus næstum því skoraði með þessu. Það var bara smá munur upp á en það var bara þannig. Jón Kristján ætlar að taka hotspinnuna. Hvert fer boltinn nú? Inn í teig og inn í mark! Hann Hamid skoraði. Hamid skoraði, sýndist mér. Nei, því miður, þetta var ekki Hamid. Það var vitlaus manneskja. Ef hann gæti nú bara snúið bakinn í myndalina þá væri fínt, því þá fáum við vita hvað þessi maður heitir. Því maður vantar að sjá númer hans. Stendur 6 á honum. Þetta er hann Júlíus, dömur mínir og herrar. Júlíus skoraði. Sorry ef ég hljómaði eitthvað nær. Ég óvart setti mikrofónin upp í kjaftina á mér. Það var slys og ég skal spritta hann alveg svakalega eftir á. Það var feltunum Jón Kristjáni. Og leikurinn númer 8. Númer 8. Óli er að koma inn á teiginn og skipta við. Við þurfum að bíða hann til að við getum séð númerið á þessum gæja. 9. Óli er að skipta við Reynir. Ég endurtek, Óli er að skipta við Reynir. Herðu, fyrirgefðu. Ég las töluna vitlaust. Þetta var þá ekki Júlíus sem hann skoraði. Þetta var hann Reynir sem skoraði áðan. Þegar að leikurinn var í fyrri leik. Ég biðst afsökunar á þeirri villu. Ég er ekki viss. Annarkvort er að skora þig. Við sjáum það í replayinu og látum ykkur vita. Ég tók ekki alveg eftir hvort það stóð 9 eða 6. Við rannsökum það og látum ykkur vita. Spóla tilbaka á YouTube. Einar er með inn á boltann. Ég ætla að segja hann héti Siggi inn. Hann heitir Einar og Einar var næstum búinn að skora í markið en það var ekki svo
Boltinn kominn yfir á Þorgils. Setur yfir á Sigga. Siggi tilbaka. Nei, Einar tilbaka. Ég ætla bara að skýra fólk nýtt. Hann Jón Kristján. Þetta magnað spennandi leikur. Út af. Ég finn það ekki. Jæja. Þá ég hef ekki græni grunna því að boltinn týndur. Þannig að hotspinna. Það hotspinn í gangi. Inn á. Þetta telst ekki að því að þetta fór í húsið. Nei, ræstingargeymsluna. Einar fær boltan. Sendir hann tilbaka. Á Þorgils. Á Kristján. Jón Kristján. Aftur á Einar. Og Einar senda hann út af. Jón Kristján setur hann inn á völlinn. Hann var flautað fyrir einhverjar ástæðu. Það eru svo margar ástæður sem ekki gat hafa verið flautað. Þessi tók bara alveg heilt kottnís. Heljarstak og kottnís. Ég hefði bara dottið beint á andlitið. Einu spark. Víti. Eitthvað. Það er eitthvað í gangi. Jón Kristján er allan að skjóta boltanum. Og næstum því skaut í. Hefði þeir ekki skallað boltanum. Hefði þetta verið mark. En þeir eru nú með einn meiddan. Ég sé ekki alveg töluna hver þetta er. En fáum að vita eftir. Þetta var. Sýnist þetta vera. Jú, þetta er hann Júlíus. Hann er búinn að vera að standa sig rosalega vel.
og vonandi annarkvort getur hann haldið áfram með að honum verður skipt. Mér sýnist hann bara vera léttur á þessu. Þetta er ekkert mál fyrir hann Júlíus. En mér sýnist þeir vera að skipta Júlíus út fyrir einhvern annan. Og nú þurfum við að fylgjast með hver er skiptimaður Júlíusar. Það er enginn eins og er. Það sem þýðir að mögulegt að hann kom bara aftur inn á, en ekkert er víst. Þá fækkar þeim 1 leikmann, en það er allt í lagi, held ég. Mér sýnist hann vera á leiðinni aftur inn á völlinn. Þannig að takk fyrir að gefa mér olnbogaskot í hausinn. Það er einmitt það sem vantaði í dag. En Júlíus er komin aftur inn á völlinn eins og ég hélt. Þannig að ég hef bara von það að allt sé góðu hjá honum. Það hafi ekki verið allt og svakalegt högg. Og núna er markspyrna. Einn er með sundgleru. Hann er með sundgleru. Númer 3. Guðmundur. Og leik lokið. Leik lokið. RB vinnur hérna með 3 stig á móti 1 hjá Berserkir. Við ákvað að gera tilraun á að reyna á að segja nafnið þeirra allavega einu sinni í gegnum þennan leik. Þetta var helvíti góður leikur, fínt spil hjá strákunum og við bara óskum RB til hamingju. Takk fyrir að koma og takk fyrir að hlusta og vonandi eigið þið bara æðislegt kvöld fram eftir. Takk fyrir mig.